Liðið Vals þannig skipað að númer 1 Haraldur Björnsson, númer 5 Atli Þórarinsson, númer 4 Halldór Halldórsson, númer 7 Sigurbjörn Hreiðarsson, númer 2 Stefán Eggertsson, númer 10 Guðjón Lýðsson, númer 27 Þórir Guðjónsson, númer 18 Arnar Sveinn Geirsson, númer 11 Matthías Guðmundsson, númer 9 Andri Fannar Stefánsson og númer 21 Haukur Páll Sigurðsson. Og lið Fylkis, númer 12 Bjarni Þórir Halldórsson, 2 Kristján Valdimarsson, 5 Daniel Freyr Guðmundsson, 8 Andrés Már Jóhannesson, 11 Trausti Ríkarsson, 14 Albert Brynjar Ingason, 15 Baldur Bett, 16 Tómas Þorsteinsson, 17 Ásgeir Örn Arnþórsson, 24 Jóhann Kristjánsson og 30 Davíð Þór Ásbjörnsson. Og svo við sáum hér áðan þá eru KR-ingar komnir í úrslitaleik og þetta er spurning hverjir mæta þeim. Það verður fróðlegt að sjá. Og hér er leikurinn hafinn og Fylkir spilar að sjálfsögðu í hvítum búningum, ekkert að sjálfsögðu, en Valur er að sjálfsögðu í rauðum. Já, lítið sjálfsagt við Fylkismenn í hvítu. Já, ég ætlaði nú að orða þetta akkurat öfugt, en byrjaði að vitleisa að menda. Kannski renni yfir varmannabekkina. Já. Það er varmannabekk Val er leikmaður númer 22 Ásgeir Magnússon, 12 Einar Marteinsson, 20 Fitim Morína, 29 Kolbeinn Kárásson, 6 Rúnar Sigurjónsson, 14 Jón Vilhelm Ákason og 17 Guðmundur Steinn Hafsteinsson. Hjá Fylkir þar er Fjalla Þorgeirsson, Ásgeir Börkur Ásgeirsson, Valur Fannar Gíslason, Ingimundur Níels Óskarsson, Jóhann Þórðarsson, Rúrik Andri Þorfinnsson og Andri Þór Jónsson. Og þjálfaraliðana sjálfsögðu þjálfari Fylkirs Ólafur Þórðarsson og þjálfari Vals Kristján Guðmundsson. Jú. Glænýtt þjálfarateymi á Val hér og Kristján til aðstoðar er Freyr Alexandersson sem er búinn að gera frábæra hluti með kvennaliði Vals. En snúum okkur að leiknum hérna. Jóhann Kristjánsson með boltann en hann hleypur bara með hann út af. Svo einfalt er það. Já, Sigurbjörn Hreiðarsson hérna í hægri bakvörðinu. Svo síðasta leik Valsmanna. Atli og Halldór í miðvarðarstöðunum og Stefán Jóhann vinstra megin. Já. Þetta er svona... Já, Kristján búinn að finna Sigurbjörni hérna nýtt hlutverk. Já, það verður athyglisvert að sjá hvort þetta sé endanlegt hlutverk og hvort hann sé að prófa sig áfram. Og langur bolti Ásgeir Örn en Stefán og Guðjón Pétur, Þórir Guðjónsson og Ásgeir Örn með góða baráttu. Já. Það verður gaman að fylgjast með Guðjóni Pétur Lýðssyni hérna í varðsliðinu. Hann er geysilega mikilvægur fyrir þetta lið og átti hreint stórkostlegan leik á móti Þrótti daginn. Já. En andstæðingarnir voru kannski ekki til að hrópa húrra fyrir. Nei, Valsmenn rúluðu við Þróttara 6-0 og fóru létt með það. Stefán og Ásgeir Örn. En jú, hann fór í hendina á honum. Þetta er hárrétt. Ólafur Þórðarsson ekki ánægður með þetta en ég hugsa þetta var hárrétt á Kristni Jakobssoni sem á dæminn á leik. Kóngurinn sjálfur. Baldur Bett. Hann er að spila hér gegn sínum gömlu félögum, getum við sagt. Já. Kom frá Val til Fylkis. Það er rétt. Tómas og Albert. Og Tómas kemur nú tilbaka. Já. Daniel Freyr Guðmundsson er í liðinu og búinn að vera í liðinu í síðustu leikjum, enda búinn að standa sig bara feikilega vel strákurinn og Þórir Hannesson í einhverjum meiðslum. Jú. Þórir svolítið verið í vandræðum með meiðsli oft. Já. Þó ekki í fyrra, þar sem hann lék nánast alla leiki Fylkismanna. Jú. Og kemur nú inn í liðið þegar hann er heill. Ég held að þetta sé bara þessi árstími hjá Þóri. Já. Og saman með Kjartan Ágúst, hann er meiddur. Já. Hér er Matthías Guðmundsson. Gaman að sjá hann kom inn aftur inn á völlinn. Já, spilaði lítið í fyrra. Og Arnar Sveinn Geirsson. Já, mætir þarna Tómas í Jóð. Já. Fylkismenn þurfa að hafa góða gætur honum
Já, fór illa með Tómas þegar liðin mættust á Valsvellinum í Pepsi-deildinni fyrra. Já, Og reyndar fóru Valsmenn bara illa með Fylki. almennt Svona- séð bara, já. Almennt séð. Og nú Rúlluður hreinlega yfir það. það var 5-2 svo leikur. En Albert, og hann með skelfilega sendingu, já. Já, þetta er, veitum nú við, Arnar Sveinn. Og hér er stór hætta á ferðum, en nei, hann reyndist nú ekki vera þannig. Ekki stór, heldur Nei. bara hætta. Já, hefði getað orðið eitthvað meira þarna. Tómas, Albert, Og Jóhann nær honum. og hann Kristjánsson, hann er búinn að vera í byrjunni líka í síðustu leikjum. Já, fær þessa leiki og já, nokkuð athyglisvert, hann heldur sæti sínu. Og eins og við komum inn á hann, sterkur bekkur. Já, má segja báðu megin. Jú, leikmenn sem að geta breytt leiknum, klárlega. Og megnið af bekknum hjá Fylki, byrjunarlaust menn frá því fyrra. Fjalar, Ásgeir Börkur, Valur Fannar, Ingimundur og Jóhann Þórðarsson. Já, þeir eru að frysta strákana, enda frost úti. Nei, Og það er búið að vera. ha, Frostlust í dag er búið að vera. jú. Daniel sleppi boltanum. Og boltinn er ennþá inn á, þetta var mjög skondið. En nú fer hann út af. Já. Daniel ætlaði að taka feiki, þetta er svo að hlaupa aftur honum aftur. Já. Gaman að þessu. Og Daniel fær hann. Með flotta skiptingu þarna yfir Ásgeir Örn. Og hann er kominn í gegn. Ásgeir Örn nær ekki. Stefán nær að pota sinni. Ásgeir Örn náði ekki valdi á knettinum þarna. Og þarna vilja þeir fá Já, ég held að það hafi nú ekki verið. sendi ykkur tilbaka. Nei, Nei, það var engin ásendingur í þessu. Nei, ok. Og en Ásgeir Örn þarna ansi nálægt því, hefði náð valdi á knettinum. Hann Já. var kominn nálægt marki. Já, hann var kominn í mjög gott færi. Og en náði bara ekki alveg að, já, eins og ég segi, valdi á knettinum. Mattías og finnur Þórir. Og Þórir finnur Mattías aftur vel gert. Hvað gerir Mattías? Fer líklega á hægri fótinn og setur hann út á Stefán. Og Stefán með bolta fyrir en Bjarni Þórður kemur út og sparkar þessu fram á Atla Já, Svein. fljótur á sér hérna. Já, var aðleit hann á móti þrejum. Já, Það var full erfitt einmitt. að reyna þetta en Já, svo sem allt til að reyna. Já, spennandi leikur hér framundan. Já, byrjar ágætlega hérna. Já. Fengum ekkert mark í fyrirleik kvöldsins. Það sem að KR-ingar komast áfram eftir vítakeppni gegn Frömmurum. Vonandi að vera breyting á. Já. Guðjón Pétur Lýsson. Og þetta er Þórir Guðjónsson. Jú. Leita tilbaka. Halldór kom frá Leiknismönnum, frá fyrir Leiknismanna í fyrra sem var hárspreitt frá því að fara upp. Já. Klúruðu svo á lokakaflanum. En Halldór fór upp, hins vegar, Já. deild. Og Ólafur vildi fá breyti pressu þarna, Ólafur Þórðarsson. En Valsmenn koma hér. Og Tómas gerir vel. Sér hérna við Arnari Sveini. Albert og Andrés, en Valsmenn hirða þetta þó ekki lengi. Já, Tómas reynir að koma boltanum með hérna en Valsmenn komast fyrir. Albert, Tómas og Daniel Freyr. Já, tilbaka. Tilbaka á Bjarnar Þórð. Og Tómas. Athygli mín að vekur að í lið Valsmanna vantar Hörð Sveinsson. Já, hann er Búinn að ekki skora grimmt. skýrslu. Hann var að vera öflugur hjá Valið sem móti. Já, komið sterkur inn. Kom frá Keflavík. Hér koma Valsmenn hratt. Guðjón, en Kristján sér við honum. Já. Les leikinn feikilega vel, Kristján Valdimarsson. Og einn af hans helstu styrkleikum. Lestar hestur. Já, enda, já. Bóka ormur. Búið með lögfræðina, Já. kallinn.
Daniel með svona. 27 ára árinu, Kristján. Já, Og, þetta er engin aldur. nei. Nú eftir þeim bænum. Bjarni Þórður. Hann er ekkert að flýta sér þessu Bjarni. Nei. Hún er búið að fara lengra og lengra og lengra. Þetta tekur hann því. Einhver rólegheit hérna. Nú kemur spinnan. Gríðarlega spennandi. Og beint á Albert. Jæja. Spinnan var góð. Já. Albert. En Halldór Tók líka Kristinn tíma. gerir vel. Og Þórir. Trausti setur hann pressu. Umhverju Fannar. Fylkismenn ráða við þetta. Bjarni Þórður. Setur hann fram. Já. Atli. Og Haraldur setur hann bara Já. upp í loft. Hann er slök spinna Haraldi, hann ætti nú að ná sér fram. Já. Ekki þannig pressa á honum. Nei, vantaði betri spinnu. En það er eina sem gerist svo sem er að Fylkismenn fá í hringkast. Já, og hann tekur Tómas Þorsteinsson. Albert. Og klaufalega. hann setur hann bara út af. Já, jafnræði með liðanum hér. Fyrstu 10 mínúturnar. Já, Haukur. Og svona aðeins meiri læti í þessu. Það hefur seinni leikurinn yfirleitt. Þeir eru aðeins fjörugri. Já. Í smóti. Nei. Þessi er búið að hita upp völlina þessi. Andri. Stefán. Með Slæm sem- slaka sendingu. Andri Vesser. Möguleikin var hérna. Já, nei, poti hann. engu. Hann kæmi á hann inn á Albert þarna. Það vantaði bara rétt ná pótanum inn fyrir. Já, vantaði stóru tóna þarna. Andri Fannar inn á miðina. Guðjón Pétur. Hann reyna að setja hann inn fyrir á Þórir en tekst ekki. Haukur. Og Haukur setur hann út. Arnar Sveinn. Og finnur Þórir. Og vel gert hjá Þóri. Og Fylkismennirnir fyrir þetta. Sigurbjörn. Sendingin á Guðjón. Mattías Guðmundsson. Og Guðjón. Og ágætist tilur hana. Já, fínt skot. Já, fínt skot á Guðjóni Petri. Það er frá Haukum þessi strákur. Og Já, eftir athygli fyrra. já, hann er mjög Mjög góður í haukaliðinu sem að spilaði nú ágætis fótbolta. En féllu á varnarleiknum allavega, vil ég meina það. Já, einmitt. Skiptir liðið skiptir þó ekki heimavöll. Nei, Þar sem að það er rétt. Votahónvöllurinn var heimavöllur hans að síðast leiktíð. Spurning hvort hann hafa verið að fá reynslu bara fyrir Já. stóra stökkið. Já. Við Tómas. Með innkast og Davíð skallar hann fram á Albert og Albert finnur Jóhann. Valsmenn eiga þetta innkast. Já. Það er víst. Já, Atli með langan bolta. Það er hrifinn að þessu Atli að koma með langan. Jú. Og hér er Arnar Sveinn. Settur hann á Mattías. Mattías Guðmundsson. Mattías er með hann. Já. Finnur Guðjón, nei. Nei, hann er Hætti með við. hann þó, nei. Já, ég held hann alltaf að setja hann á Guðjón hann. Nei, tapaði boltanum það. Hugði ekki að sér og tapaði boltanum. Já, hann átti að koma nú með hann út hann. Jóhann. Sigurbjörn tók þetta á reynslunni. Bjössi gríðarlega reyndur. Já, það er eitthvað svona vantar ekki, þá er það reynsla. Sigurbjörn Hreiðarsson kominn í hægri bakvörðinn. Já. En er ennþá í sjöunni. Gífurlega mikilvægur karakter fyrir Valsliðið. Trausti og Bjarni Þórður. Bjarni Þórður mikið í boltanum. Já. Fyrstu mínútur. Daniel. Og Kristján. Og Andrés vill fá hann henni upp. En Stefán skallar hann. Bent á Trausta. Trausti lætur hann fara út af. Og
Davíð og Trausti hörkubarátta þarna milli Þóris og Trausta. Haukur skallar hann beint að Daniel. Já. Og Aðeins að- Albert hefur betur í baráttunni en þar er mættur. Það er að aukast aðeins Atli- baráttan í þessu bítunum við hér er. Arnar Sveinn er kominn í gegn Hann er fljótur og hann er að skora fyrir Val. 1-0. Þetta gerðist fljótt og klaufar skapur í vörninni á Fylkismenn. Já, það voru ekki vakandi þarna. Kom skall inn fyrir og Arnar Sveinn stakk sér hann inn fyrir, náði bolti á knettinum og hamraði hann í markið. Þetta frábælega Arnar. Já, frábær afgreiðsla. Frábær leikmaður Arnar og Já, gríðarlega spennandi þarna á kantinum. Fljótur, stakk sér hann inn fyrir og kláraði þetta mjög vel. 1-0 fyrir Val eftir korter. Já, Og við vorum fljótir að fá marki í þetta allavega. Það er Já. mjög jákvætt og vonandi lifnar þessi leiku við, ennþá frekar. já. En það er Trausti. Það er þetta alveg hellingur eftir að þessum leik, Trausti. Við erum að finna Albert þarna uppi og Atli er á undan í boltan. Setur hann upp í loft, Ásgeir Örn og setur hann á Davíð. Davíð missir hann út af, klaufalegt. En Sjáum hverju þetta mark breytir. Valsmenn verið inni við Kolan í mótinu og halda hér áfram. Komnir yfir. Guðjón Pétur dundrar hann hérna upp í horn. Þetta er æft. Já, Guðjón. Við erum með algjört skotleyfi upp í horni hjá Arnari Sveinn. En þetta er ekki skrítið. Sendingarliði. Skotleyfi. Skotleyfi Bara í upp í horn sko. Já. Og Jóhann, já, Fylkismenn. Þólt að sjá hvernig þið svara þessu. Davíð í vandræðum þarna. Þórir. Haukur Páll skiptir þessu. Já, kemur hann hérna reyndar á Halldór. Atli er það. Já, Atli með langan. Jú. Á Bjarna. Og Daniel Freyr reynir að finna langa sendinguna Þetta en var Haukur er bara komin í gegn. Já, Daniel nær honum. Hlaup uppi og hvað gerir Haukur? Leikur. Gerir þetta vel og setur hann rétt fram hér. Já, Það slapp Daniel fyrir horn. arfaslagt Daniel Já. of lengi. Haukur náði boltanum, Daniel náði hlaupan uppi en Haukur lék á hann og náði bara ekki nógu góðu skoti. Nei, setti boltan rétt fram hjá. Þarna voru Fylkismenn hefnir og lendi ekki 2 mörkum undir. Já, þegar þú ert með mann eins og Hauk Pál á móti þér þá þýðir ekkert kæruleysi. Gríðarlega grimmur og einfallega, já, frábær leikmaður Haukur Pál. Og Mjög góður leikmaður. kemist í hvaða liði í deildinni sem er, ég fullir það. Já, ég er sammálaðið þar. Og Bjarni spyrnir frá marki, Valsmenn að taka hér yfir leikinn. Og Fylkismenn þurfa að, já, gera það sér í brók. Trausti. Davíð. Og Já, bæði liðin eiga hér leikmenn sem er ekki löglegir í dag. Valsmenn eiga 3 Færeyinga og Fylkir eiga Gylfa Einarsson. Já, þeir kom ekki við sögu þessum leik. Þetta er síðasti leikurinn jafnframt sem að þeir Já, þeir eru klárir framvegis. í næstu verkefni hjá liðanum og það verður fróðilegt að sjá Já, hvernig þeir leikmenn kom inn í hópana. já, aukaspyrnan Tómas. Kemur þennan. Fylkir Stuttan. komst í undanúrslit í þessu móti í fyrra en Valur komst ekki upp úr riðlinum. Já, Fylkir töpuðu fyrir Víkingum í vítakeppni mitt. Jú. Og sáum, KR er unnu einmitt fram líka í fyrra í undanúrslitum. já. Og Kristján, já, fín pressa af Valsmönnum. Trausti Ríkarsson gerir Já. þetta vel Trausti. Já, velunni. Baráttu hundur og það er hotn. Já, Já, fín baráttu á Trausta þarna og já, vann vel fyrir þessu. það er Tómas Þorsteinsson sem ætlar að taka þessa spilnu. Og Trausti skokkar þá niður. Það er einhver að býða henni tilbaka. Og Fylkismenn ekki þekktir fyrir að skora mörg úr hornspyrnum. Nei, En satt er það. sjáum til hvað gerist hér. Tómas. Þetta er, veitum við. Nei. Þessi er of langur bara. Já, þetta var Var, lítilegt. var enginn á fjær.
Haraldur fljótur að þessu og kemur boltanum á Þóri og þeir eru 3 gegn 3. Já, Fylkismenn að vera snegri tilbaka, þetta er allt opið hér. Og Andri Fannar Stefánsson. Já, minnst það nú langt frá sér. Og Daniel stígur hann út og Fylkismenn að vera að gæta sér Valsmenn gríðarlega öflugir í þessum skyndisóknum. Við sáum það mitt á móti Þrótturum, þessi er refsuðu Þrótturum, trekk í trekk. Já, refsuðu Fylkismennum hérna, bara rétt á það. Það er ekkert að gerast og allt í einu voru komin í gegnum. Nákvæmlega, það er verið að vera ekstra vel á verði. Já, Valsmenn stórhættulegir hérna. Já. Kýfilega fljóta framlínu. Þannig ekki þegar Hötti er komin hann líka. Já. Hötti Sveins. Þetta er... Já. Valsmenn að hafa hér betur. Og leiða 1-0. Sigurbjörn. Mattías. Kristján kemst fram fyrir hann hana. Vil geta Stefáni en Beintor Trausta. Og Trausti. Já, fín. Já, gerir þetta vel Trausti. Já. Og innkast. Fylkir á þetta. Og það er Trausti sem tekur þetta og finnur Albert og hann kemur hann aftur á Trausta. Já. Og vill að geta Alberti þannig að það gerir Trausti núna. Eitthvað leika sig út útlaga. Boltinn er ekki farinn. Það var rétt. Baldur Bett kemst inn í. Sjáum hvað Fylkismenn gerir hér. Albert fyrir neðar, Haukur Páll er komin í hann og feikilega vel gert hjá Hauki. Já. Auðvelt og gott, Haukur mættur. Og Mattías Guðmundsson missir hann út af, hár rétt. Það er alveg sama hvað hann ætlar að kvarta, þetta er hár rétt. Já, dómar trífum þetta allt á hreinu hérna. Já, Albert, Valsmenn greiður þessu Haukur Páll, nei þetta var Andri Fannar og Stefán og Þóri nær honum. Já, Daniel setur hann upp, Stefán setur hann út af, Ólafur Þórðarsson tekur markvöðslu þarna á þetta, ríkur úr sæti sínu og verður boltan. Andrés skallar hann hátt upp og Haukur skallar hann fram. Trausti kemur með hann upp í horn. Albert og Ásgeir Örn. Og Ásgeir, hann er ennþá með turuna. Andrés! Dauða færi þarna. Heldur betur gott tækifæri þarna. Vel gert hjá Ásgeiri Erni þarna. Já, var... Náði einhvern veginn að mjaka sér í gegn. Já, var hann vel vakandi og náði að mjakonum, skulum við bara segja. Já, á Andrés. Og vinstri fótaskotið rétt yfir. Já. Andrés hefði bara átt að hitta markið þarna, fjær hornið, það var leiðinni, en... Já, Fylkismenn geta... Það er fjör í þessu. Og Davíð. Jóhann. Já, lítið færi fyrir honum hér. Já, Bjössi með Jóhann í vasanum hana. Já. En sem komið er allavega. Það er aðeins fleiri leikir á bakinu hann í sjöunni hjá Val. Já. Svona örlítið. Já. Heldur betur. Hér er títnefndur Sigurbjörn. Hérna á miðuna. Þóri er opinn hér. Halldór með slakasendingu. Trausti. Kemur honum á Baldur Bett. Og Baldur kemur honum ekki ná. Það þarf að koma með hann alla leið. Meiri kraft í þetta og nú er að opnast hérna en Kristján gerir vel. Búinn að lesa þetta. Já. Kristján skallar hann út af. Já. Valsmenn innkast. Stefán. Haukur. Finnur Guðjón Pétur. Guðjón Pétur. Erfið sending. Daniel sér þessu. Skalla frá. Valsmenn hafa hann aftur. Flottur bolti hérna í alla og... Nei, Stefán náði ekki að hemja þennan. Og mista hann út af. Já, 24 myndir leinar og staðan enn 1-0 fyrir Val.
Og Davíð. Stefán. Halldór. Valsmenn spila tilbaka bara rólega. Og Atli með langa. Leiðist það ekki. Þetta er góður bolti og Þórir, hvað ætlar hann að gera? Fyrir en Tómas. Já, Atli komið bara óvart þarna. Já, flotti bolti á alla og Valsmenn að komast þarna upp í hornið. Og Valsmenn spila upp í mikið út á kantana og Já, spila fína fótbolta Valsmenn. gera það vel. Og eru bara ansi líklegir til stórræðina í sumar. Jú. Og það er allt eftir að koma í ljós. Það held ég að þeir séu búin að ráða gott þjálfarteymi. Já. En hér að Þórir og Guðjón gerir þetta frábærlega, Guðjón. Þetta var vel gert en vantaði upp á sendinguna. Já, þetta var frábærlega gert hjá. Þetta var planað. Já, plataði alla hana. Já, bara alla. Það hefði bara átt að gera betur en allan tíman í heiminum, strákurinn. Já. En Já, Fylkismenn. Valdist leiknir hérna út af laginu eru undir. Það hefði hæglega getað lent þarna 2 mörkum undir. Haukur feikilega öflugur í loftinu. já, það vinnur hann enginn þarna. Nei, það eru fáir. Og Haraldur Björnsson setur hann á. Fær hann aftur. Já. Kannski smá pressu þarna á Fylkismönnum. Já, einmitt. Þetta er hérna. Kristján Andrés. Og hvað gerir Davíð? Davíð Þór Það er með... náttúrulega skelvileg sending. já, Það er bara þannig. Já, ekkert flókið. Og Davíð Ásbjörnsson að spila þarna á miðjunni. Hér er hann í baráttunni. Vel gert þetta við hana. Stígur hann út og Þórir brýtur á honum, ýtir honum niður. Já. Kristján. Það er Albert sem reynir að kassa hann þarna á Davíð en Halldór Kristinn lesi þetta. Daniel tekur hann niður. Já, nú verður hann að vera skynsamur Daniel. Já, þessu. Svo tilbaka Bjarna og Bjarni með langan. Valsmenn loka svæðanum á miðjunni alveg gríðarlega vel. Já, svona lítið spil hjá Fylkismönnum og Ekki mikið pláss. það gengið erfiðlega. Já, Valsmenn búin að taka pínu yfir miðjuna finnst mér. Já, Það sem hafi leik. við erum með völdin þar. Og Andri. Vel gert hjá Valsmenn. Guðjón gerir þetta vel. Og Andrés kemur hér í fína pressu. Leysa auðveld úr henni Haukur Páll. Út af Þóri. Þóri gegn Trausta. Þóri enn með boltan. En Trausti... Vel gert að Trausta þarna. Finnur Andrés. Fylkismenn að sækja hratt núna. Og Albert vildi fá hann í fætur en Andrés bjóst við hlaupinu. Guður miskilningur þarna. Já. Þau veit átti Albert að taka bara hlaup. Já, samanlega því. Ekkert að gera mann í fótunum þarna. Nei. Trausti neglir hann ekkert niður fram. Já, og Valsmenn. Mattías. Daniel kemur í hann. Mattías finnur Guðjón. Já, Andri. Og hér vann Guðjón og þetta er dauðafæri Mattías. Þarna var það. Trausti kemst fyrir þetta. Vel gert á Trausta en þarna spiluðu Valsararnir Fylkismennina sundur og saman bara. Einfallega. Það er bara þannig. Ég get að þakka Trausta fyrir það að Valsmenn kemist ekki hérna í 2-0. Mattías var í dauðafæri. Maður á fjær með honum. Trausti komst fyrir og við heyrum hér í Ólafi Þórðarsyni er ekki sáttur. Nei. Og engin ástæða til að vera sáttur. Nei, Valsararnir bara búin að vera betri í þessu leik. Já. Hingað til. Það er alveg á hreinu. Þeir eiga hér hotspinnu. Takk hann að stutt. Þórir. Og Halldór. Það náði hérna rétt að koma við hann og Bjarni handsamar hann. Og Davíð. Ásgeir Ödfann í lappir. Þetta er klaufarlegt. Valsmenn með Stefán. Stefán veður hér upp vinstra megin. Kemur fram hjá. Nei, það er ekkert á þetta. Frábært hjá Ásgeiri þarna. Virkilega góð vinsla Ásgeir Erni.
Albert vill fá hann upp þarna. Já, nú kemur þetta betur en Þá er Atli mættur. Já, og nú þurfa Fylkismenn að halda þessari pressu. Já, Atli missir hann í hotn og þetta er vel gert hjá Albert. Klaufalegt hjá Atla þarna. Já, hann veit það sjálfur. Málaði sjálfan sig út í hotn. Þetta geta leist betur þessu. Já, sammála því. En Kára Tómas skokkar á vettvang. Já, stórumennir á Fylki fara inn í Davíð og Daniel og fleiri. Já, Valsmenn hér hita upp að miklu móð. Jú. Fyrir aftan bekkinn. Svaka keiluæfing. Þetta er eitthvað beint frá Færeyjum en eitthvað á búkinni. Hér er Já, hotspinnan er bara enga veginn hættileg. Nei. Þetta fer bara fyrsta mann. Andrés. Það er Andri sem er í honum. Og hvað gerir Andrés? Hann fer ofar. Þegar þetta setja hann bara fyrir þarna. Og Mattías með slæma móttöku. Já. Leikur athygli hérna Kristinn Jakobsson er í svona grænleitum skóm. Já, þú vekur þína athygli. Kannski einhver tíska í dómaraheiminum. Já. Þetta græna. Það eru flottari suma þegar það fara í græna gallan, sko. Já, það er til landskins útástur af þessu. Innkastið eiga Fylkismenn. Fylkir ég þetta og ég er nú ekki, veit ekki hvort þetta var rétt, en skiptir engu máli. Og Davíð, Þórir, hörku barátti hérna. Já. Þórir og Kristján. Fylkismenn að verða undir á miðjunni. Já. Það vera það allan leikinn. Já, sjáum hér að Andri Fannar er laus en Davíð keyrir náttúrulega niður hérna. Já. Og þetta getur ekki verið löglegt. Sama hvað Daniel segir. Sama hversu mikið sterkari Daniel er á móti Andra Fannari. Já, þetta var ekki löglega gert. Það er svo að fá jarðít á sig bara. Davíð og þetta er ágættisbolti. Já, Jóhann átti að taka hlaupið alla leið það. Já, veit ekki hvað hann var að bjóst bara við að Andrés myndi taka hlaupið en þetta var alltaf bara bolti á hann. Ég veit ekki hvað hann var að hangsa þarna. Þetta er bara að drífa sig að stað maðurinn. En Albert vinnur boltan á góðum stað. Já. Og hann finnur engan meðspilara. Já, þetta fjara svolítið út hjá Fylkismönnum. Andrés að dragast til hægri og fá bolta. Og Valsmenn, beinskiptar hér. Arnar, þeir ráði ekkert við Arnar. Já, Daniel hérna tæpur. Rétt náða krafsanum tilbaka á Bjarna. Andri Fannar. Og Baldur Bett. Já, nú þarf hann að leita á Albert. Hérna hægra megin. Já, Jóhann er líka hérna góður vinstra megin. Og Jóhann. Hann er rangstæður. Hann klaufi Jóhann. Jóhann svolítið úr takti bara við leikinn. Verður að segjast. Hann er ungur árum að fá, ansi. Já, fín tækifæri hérna. Ansi stór tækifæri hér. Já. Það er að nýtast honum vel. Já. Daniel. Þórir. Stefán. Jóhann. Og Halldór Kristinn. Haukur Páll. Halldór aftur. Og Halldór með hann tilbaka á Harald. Já. Og Haraldur sparkar þessu örugglega langt núna. Fylkismenn eru komnir í pressu. Já. Haraldur tekur sér góðan tíma, kemur hér með spyrnuna. Og Daniel, skoppar hérna fyrir Davíð Þór. Davíð Þór. Þetta er aukaspyrna hárrétt. Og Trausti, Fylkismenn verða að koma sér í spil, þetta er allt of hægt. Já. Frekar auðvelt fyrir Valsmenn. Ég hefur hingað til að verjast þessu. En sjáum til hvað Albert gerir hér. Nei. Sjáum við þessu enn og ný Valsmenn. Stefán Jóhann og þetta var nú furðuleg spyrna. Já, þetta var athyglisending en hann sá hlaup hérna á Arnari Sveini sem að hætti við út að hann var rangstæður líklega. Vissi það sjálfur. Og þannig ekkert að eða kröftum í það að spretta þetta þessu. Það sendi ekki kannski mjög athyglisverð líka. Já. Ásgeir Örn. Já, er hér í höggi við Stefán og þetta fer nú af Ásgeiri en sýndist mér. Fylkir fær. Já, það er þannig. Innkastið þrátt fyrir það. Já, Valsmenn ráða auðveldlega við þetta, já. Sem fyrr. Og mikil stöðubaráttu hér, Kristján Valdimarsson. Vel gert hjá Kristján. Já, en sendingin ekki jafn góð. Þórir, og enn koma Valsmenn hratt.
Jæja, það er þetta þó aðeins niður. Þórir þó hér með boltan aftur. Og flott spil hérna, Andri Fannar og Þóri aftur. Sprækir hérna Þórir. Og Trausti hins vegar gerir þetta vel. Trausti Traustur. Já, það er óvægt að segja það. En flott spil hérna hjá Andra Fannar og Þóri. Sigurbjörn með boltan fyrir og Guðjón Pétur var tilbúinn hérna bak við. já, Kristján vann þennan. Já. Ásgeir Örn setur þetta bara hátt á milli. Vittu nú við. Nú er Davíð Þór fyrir einhverju hnjaski. En harkar þetta nú að sér. Það rákast eitthvað saman hann og Stefán Jóhann. Já. En Halldór Kristinn Valsmenn byggja upp sókn. Þeir reyna að finna op á miðinni. Guðjón Pétur fær hann. Já, leita mikið á honum, Guðjóni. Já, Guðjón og Haug bjóða sér mikið niður til að sækja mikið boltan. Já, Valsmenn með ágætistök á þessum leikina. Og Atli kemur hér skeiðandi upp. Hvað ætlar hann að fara langt? Já, sendur á Mattías. Og Mattías leikur auðvitað á Kristján. Og sendur hann, nei, fær hann aftur hérna, en nei, fær hann ekki. Nei, Bjarni Þór mættur og var á tánum hérna. Já, varnarleikur Fylkis hérna svolítið. Já, Göttóttur, kanturinn varnaropinn líka, en Mattías valdi að fara í þrýningarspil hérna. Sigurbjörn heldur hann eigi þennan eða eitthvað. Já. Ég veit ekki hvað Sigurbjörn er að gera þarna. Já, hélt hann ætti hann. Svo var ekki. Já, mér fannst hann einhvern veginn alltaf vita að hann ætti hann ekki. Þetta er auðvelt. Já. Einhæfur sóknarleikur hjá Fylki. En Valsmenn hér. Og Þóri Guðjónsson hefur verið sprækur hér vinstra megin. Kemur Stefán og blúsandi fæð upp vinstri kantinn. Fær ekki boltan. Það fær hins vegar Andri Fannar. Og hann á Stefán og þetta er Ásta. Já. Flott sókn hjá Val. Já, virkilega vel leist þarna. Já, ég er að spila þetta bara þrjusu vel. Já. Fylkismenn rauninni bara elda. Já, þetta var að skeiða hérna upp kantana. Haukur og Guðjón Pétur fá mikið að plássi þarna á miðjunni og koma boltinu vel út á kantana. Já, stjórna þessu frá miðjunni. Halldór sterkur í loftinu. Og Albert. Nei, Atli Sveinn var með þetta. En Atli Sveinn í einhverju kærleysi þarna. Og Ásgeir með... Já, ég veit ekki hvað við erum að segja þennan bolta. Nei, þetta er bara herfileg. Sem minnst bara held ég. Já. Ásgeir gerði vel hérna í pressunni en svo kom sendingin og hún var... Jafn lélegt og hitt og gott. Þetta var verra þessi sending. Já, ég er að segja það. Þetta var jafn vel gert og hitt og lélegt. Hitt var verra. Já, ég veit það. Albert. Og kannski... Nei. Fyrir aftan Andresen. Finn ekki taktinn Fylkismenn. Þetta er bara hárrétt. Já. Finn ekki taktinn og... Nei, það er bara engin taktur. Nei. Valsmenn fá aukaspyrnu. Svo lélegu Vals. Já. En... Það þekki ekki inn á þessi dansfræði. Nei, ekki heldur. Segir nú bara svona. Atli með langan. Þarna var nú alveg spurning aukaspyrnu á Arnar en það er Kristinn Leifumennum að klásta þess. Atli er á undan í boltan en... Tómas svolítið lengi þessu. Baldur. Já. Jóhann. Fylkismenn var engan veginn að ná að halda boltanum. Kemur lítið út úr þessu hjá þeim. Já. Staðan 1-0 og... Kemur hann ekki óvart ef... Já, eitthvað þessu varamann kemur inn á hálfleik. Ingimundur kemur jafnvel bara inn á strax í hálfleik. Ingimundur eða Jóhann Þórðarsson. Já. Jafnvel bara báðir. Hann veit það ekki. Sjáum til. Og Valur Fannar hérna á fleiri á bekknum. Ásgeir Börkur. Daniel með slaka sendingu. Já, og Þórir finnur. Já, Guðjón gerir vel.
Afbragðsleikmaður Guðjón. Frábær sending hjá honum. Matthías og Þórir hefði eiginlega átt að finna bara andra fannar hana. Það verður auðveldari sending. já, sjáum það var með Fylkisvörðin hitta. Já. Nú alveg bókað að Fjalar kemur inn á hálfleik, þar sem að þeir eru búin að skipta hálfleikunum á milli sín. Þetta Fylkir með 2 frábæra markmenn. Já. Og það einstæmi í Árbænum, hefur aldrei verið þannig áður. Það var ekki síðust ár. Það bara aldrei. Fullir í það bara. Já. Það alveg klárt. Og valsmenn hér. Matthías. Haukur Páll. Sigurbjörn setur hann á Atla og hann á Halldór og Guðjón Pétur býður sér niður. Koma vel og sækja boltana hana. Þeir stjórna þessu Guðjón og Haukur spilinu. Þeir gera það alveg eiga frábæra leikina. Báðir tveir. Sigurbjörn, hann leitar tilbaka. Og þetta. Sigurbjörn leitar í gamla leiðir. Já, þetta er aukaspyrna. Gamla góða sendingi tilbaka bara. Baldur Bett setur nú boltan aðeins til hliðar og Andri Fannar eitthvað grönni við því. Það er ekki neitt fyrir sinn snúð. Kristinn ekkert að spjálta á neitt óþarfa. Andrés Hundóana með miðmennina sína hérna. Já, þetta er vesen hérna. Þeir eru í bölvuðu basli. Já, ég skil hann vel. Já, og hér kemur utan hlaupi frá Sigurbjörni. Og Sigurbjörn, nú hefur hann góðan tíma og já, valdi kannski ekki rétt þarna. Já, þetta var lesið. Já, það er bara þannig. Nú er möguleiki, Andrés Már. Þetta er hörku möguleiki. Þetta er illa nýtt hjá þeim. Það fór í vaskinn hérna. Já, beint hon í vaskinn. Já. Rörið var ekki stíplað. Fór beint niður. Hér er valsmenn, Haukur og Guðjón sem fyrr að stjórna þessu. Davíð. Trausti með spyrnuna hér og þetta er náttúrulega ekki áfærafallegt hjá Fylkismönnum. Haukur Páll. Matthías góður að finna lausa menn valsmenn og hér er Matthías sem tekur á rás og kemst ekki lengra og Jóhann Andri, hún er ítt bara frá hana. Já. Guðjón Pétur. Reynir líklega bara skot þarna. Já, þetta endar upp hérna. Davíð Þór komst þarna í skotið og Guðjón Pétur dettur þarna aftur fyrir sig. Það tekur eitt léttan Kodnís í tilefni dagsins. Aftur á bak Kodnís. Halldór og valsmenn eiga alla bolta. Já, Þórir. Þórir að fræða Trausta. Já, vel gert hjá Þórir. Virkilega vel gert. Finnur Guðjón og hann finnur Atla. Já, ljóst að Fylkismenn þurfa að fara yfir sín mál í hálfleik. Það kemur ekki orðið að Ólafur myndi skipta. Nei, það er rétt. Það er einhvern að svara þessu og fram á við og á miðinni held ég. Hann tæki breytingar. Því er ekkert að röðast í þessu. Valsmenn Haukarspyrnunni búin að taka hana fyrir löngu. Þórir inn á völlinn. Andri Fannar góður hreyfanleiki á valsmennum. Andri Fannar. Verður nú ekkert úr þessu. Davíð og nú verður að reyna að koma hratt. Og vel gert hjá Davíð þarna, en Ásgeir fær boltan í hælinn. Já, þetta var eins slæmt og gat verið. Kominn í fína stöðu þarna, þetta leit vel út. Þú geta látið boltan rúlla þarna og tekið hann með sér en Baldur með sendingu beinustu leið út af. Já. Og þessi möguleiki fór í vaskinn líka, eins og möguleikin á hann. Jú, það er mjög vinsælt í dag. Það setja bara beint í vaskinn. Og Stefán og styttist hér í lok fyrri hálfleiks. Rúm 1 mínúta eftir og ólíklegt að miklu verið bætt við þann tíma. Valsmenn leiða 1-0. Það var Arnar Sveinn Geirsson skoraði markið eftir 15 mínútna leik. Andrés Már hefur hér, er enn með boltan. Hittar á vinstri fótinn og er enn með hann. Og nei. Haukur kemur aðeins frá. Já, Baldur.
Bjössi Slög sending bara. Já, slög sending. Sigurbjörn leysi þetta. Já, Pétur frábær sending. Frábær, hann er ekki búinn að klikka sendingu í þessu leik. Magnað að fylgjast með honum, það verður bara að segjast. Andri Fannar. Daniel gerir vel. Já, vel gert hjá Daniel hana, stoppar þetta að sinni. Já, Pétur. Pétur á, nei, gengur ekki upp. Stefán. Mattías hér komin út í kantinn vinstra megin. Það er að leita tilbaka á Stefán. Stefán ætlar að reyna skotið eða hvað? Já, draumur bakvarðarins eins og við talaðum á hann. Það kemur alltaf eitt í leik, alltaf eitt svona. Þá er þetta bara búið. Betur fyrir Valsmenn. Já, munum við til Nigel Winterburn hérna. Klíktinum á móti Chelsea. En Kristinn er ekki að bæta mikið við og staðan er verðskuldað 1-0 fyrir Val. Já. Með fórustu, verðskuldað fórustu að mínumandi og bara búin að vera miklu betri og Fylkismenn geta bara verið sáttir með að vera ekki meira undir hér í hálfleik. Já, þeir þurfa að fara í málinn í hálfleik en við förum í kaffi. Já, takk fyrir í bili. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. I had the time of my life and I never felt this way before. And I swear this is true and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life and I never felt this way before. And I swear this is true and I owe it all to you. Ísskápar, heldur betur. Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Harðviðar Val hefur í meir en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðar Val. Þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd The Sanctum í þrívídd. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívíddatækni sem völ er á í dag. The Sanctum, frumsýnd 4. febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld er ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby.
Real taste, zero sugar. It's possible. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta. Jú. Verið velkomin aftur, áhorfendur góðir. Hér er allt að verða klárt og það eru nokkra breytingar á fylkisliðinu allavega. Ingimundur Nías Óskarsson er kominn inn á. Já. Og Fjarlar Þorgeirsson er kominn inn á og Jóhann Þórhallsson er kominn inn einnig. Það eru þó Ásgeir Örn og Jóhann Andri sem er dett út. Já, og Bjarni Þórður. Já.
Og Andri Þór Jónsson líka kom inn á í staðan fyrir Trausta Ríkarsson. Já, 4 breytingar á liði Fylkis í hálfleik. Jú, kom svo sem ekkert mér óvart. Nei, það þurfti að breyta ýmsu. Og sjáum hvað þetta hefur í för með sér. Já, kom kannski mest óvart að Óli hafi ekki breytt einhverju hérna... Inn á miðunni? Já, en ég tek hér eftir að Valsmenn eru búin að gera breytingu líka. Haukur Páll Sigurðsson er komin út af og það er spurning. Rúnar Sigurjónsson. Rúnar Sigurjónsson er komin inn á. Rúnar Már komin inn á í hans stað. Haukur átti mjög flottan leiki fyrir hann. Já, fínt fyrir Fylkismenn að vera lausir við hann. Já, mætti taka Guðjón Pétur Lýðsson líka út af fyrir þá, en já, hann er búinn að vera frábær. En áfram með leikinn. Og Valsmenn eru byrjaðir hérna. Daniel, Andri Fannar. Sigurbjörn. Já. Svolítið að sjá hvort að Fylkismenn á að koma sér inn í leikin. Baldur Bett. Albert, en góð tækling hjá alla. Já, mjög flott tækling. Og Arnar Sveinn brýtur þarna og þetta er hárrétt hjá Kristinn Jakobssoni. Þetta er alveg hárrétt og hann spjaldar hann og þetta er bara hárrétt. Já, fyrir því Tómas og... Það var viljandi og byrja að hrósa Kristinn Jakobssoni þarna. Það eru góða dómgæslu. Já, svo þetta. Einhvern tíma sagði einhver var með augu í hnakkanum en hann er með augu í hliðinni. Já, hann er allavega... Já. Með við þessa dómgæslu. Ýmsum græjum búinn, hann Kristinn. Já. Ég myndi að sé bara búnaðurinn. Búnaðurinn, hann er með svona... Æ, ég fer ekki náttúrulega til. Nei, sleppti því bara. Óþarfi. Það er enginn að hlusta á þetta. Og... Takk fyrir. Baldur Bett. Og Albert. Ingimundur í baráttunni. Já, nýr vængmenn hjá Fylkismönnum. Jú. Og ekki veitir af með fyrir áleik. Nei, og vonandi verða þeir frískari. Langur bolti Daniel á eiga þennan, já. Og Mattias ná Valsmennunum. Taka boltan hér niður. Það er Tómas Þorsteinsson. Tómas lyfti boltanum og Halldór Kristinn. Skallar hann Stefán Jóhann eitthvað að leika sér hann á Andrés. Ólafur Þórðarsson ekki paránað með þetta. Alveg brjálaður. Andrés hefði kannski átt að taka auka. Já, lág ekkert á hann. Leggja boltan allan að betur fyrir sig hann ætlaði að skjóta. Já. En svona er þetta. Þetta er þó skot á mark. Nei, ekki á mark. Nei, ég meina já. En skot, tilraun. Vissulega og hún fer í bækurnar. Já, þetta er ekki sögu bækurnar. Nei, alveg örugglega ekki. Tölfræðir bækurnar. Já. Og sennilega ekki margir að halda tölfræði þennan leik svo sem. Jú, við. En hér er Rangstad og Fylkismenn taka þetta snöggt. Andri Þór Jónsson og Ingimundur Níels. Já, leitar að saman og fær hann hér aftur. Tekur bara battaspil við Valsmanninn en Baldur Bett, en hér er enginn. Nei. Vantar svolítið að Fylkismennin sé að taka sénsinn svolítið. Já. Kantmennir svolítið neðarlega og mættu koma óvart kannski þegar liðið er að sækja. Mattias, tilbaka. Allir þessi er með þeim lengri bara. Jú. Það Fjalar vinsinn í markinu og Fjalar gerir þetta rólega bara. Setur hann Kristján og Andra. Já, nú þurfa miðjumennirnir hjá Fylki að fá boltan. Það er bara þannig og sjá Davíð og Baldur og Andrés. Já, Daniel Freyr. Þeir eru þarna inn á miðjunni hjá Fylki. Tómas. Og Albert fær hann hérna en missir hann, Alltaf lengi að þessu, Albert. Það vantaði eitthvað upp á þarna. Rúnar náði potið hann þarna. En hér er Valsmenn komnir og hann... Þetta er nú bara hættulegt hérna. Andri Fannar. Hann Baldur Bett gerir vel. Hægir á honum hérna og þetta er ekki búið. Og Rúnar. Já, vel varið og félari. Vel gert þarna Andra Fannari.
Hélt boltanum vel og beið eftir samherjum og... Má búa til hérna smá glufu. Já. Hluti vel gert. Og hérna með Kristinn Jakobsson aukaspinnu á Valsmenn. Stefán Jóhann sem brotlegur. Það Andri Þór sem kominn í hægri bakvörðinn. Og hann sem spyrnir. Davíð Þór. Og Baldur Bett. Og Andrés hér. Nei, hann ekki við alltaf knettinum. Þetta var Ingimundur Níels fyrir ekki Baldur Bett. Þarna hann skipti svo sem ekki miklu máli. Það sendi ekki góð. Það tala um fyrirháleika? Nei, bara þarna. Núna. Og Andri og Kristján. Já, Ingimundur. Það er hátt með löppina og... Já, og það má ekki. Það mást ekki. Líkar Kristinn Jakobsson allan ekki vel við þú. Hann flautar því í flautu sína. En Valsmenn Mattías og Rúnar. Arnar náði þarna góðu touchi og Mattías Daniel keyrir niður. Þetta er hárrétt. Afskaplega klaufalegt hjá Daniel og það þýðir ekkert að vera láta móðinn mása hérna við Sigurð Óla. Þetta er bara aukaspyrna. Já, ég held að. Hann þarf að læra þetta drengurinn. Hann sé sterkur og þá má hann ekki ýta svona frá sér. Leit út fyrir of sterkur. Þetta var svona hölk eitthvað. Já. Ótrúlega axlabreiður hann Daniel. En Valsmenn er aukaspyrnu Guðjón Pétur Lýðsson. Þessir inn á teginn. Baldur Bett. Og Fylkismenn náður að losa þessa pressu. Tómas með lausa sendingu. Jóhann það er þó undan Sigurbirni. Og Fylkismenn náður hér að... Nei, en missaði boltan. Og þetta er svolítið vandamál hjá þeim. Og glæsilega gert hjá Guðjóni Pétri. Frábær helsending hérna. Og hér er hann með möguleika aftur Guðjón Pétur Lýðsson en ætlaði sér of hérna. Hafði möguleika á kantmanninum hérna, Arnari Sveini. Já. Það er hart barist hérna. Gífilega harkið í þessu. Fjalar ekki sáttur hérna varnarmenn sína. Nei. Já, Ólafur Þórðarsson að stappa stálinu hér í Andri Smá. Já. Og Fylkismenn þurfa eitthvað ekstra líf hérna. En eru þó bara 1-0 undir og það getur verið fljótt að breytast. Jú. Eins og við þekkjum. Við þekkjum það öll. Við hefum einhvern veginn hótt að fótbolta. Fjalar. Þetta er ekki flókið. Flókið. Já, Þórir. Rúnar. Daniel. Þessi. Fer hann upp? Já, gerir það. Allalið. Innkast. Fylkismenn var aðeins að vera rólegur á boltanum. Já, full ákafur í að anda á skoða völlinn og skoða möguleikana. Það lá ekkert á hjá Daniel að negla honum fram. Hann getur tekið eitt touch og skoða sénsana sem hann, möguleikana sem hann hafði. En Valsmenn leiða enn 1-0 og 8 mínútur liðnar að seinni hálfleik. Stefán sem tekur innkastið og Andri Þór Jónsson vinnur skallan og Albert til boltan eitthvað upp í loftið þarna. Halldór Kristinn er að koma honum á Andra Fannar. Andri Fannar og þetta rennur út í sandinn. Já. En Valsmenn hafa hann, já. Geta byrjað på nýtt. Og Atli Sveinn á, já þetta er Rúnar auðvitað. Rúnar, já, Rúnar Már. Og kom hann inn á miðjuna fyrir Hauk Pál í hálfleik. Já, Haukur með kæla hnéð eitthvað, spurning hvort hann hafi. Já, og þarf að vera það er fyrir Grunjaski. Taka sénsa hérna, þetta er afleitt hjá Atla. Fylkismenn fá innkast, óvænt. Jói ætlar að taka þetta eitthvað. Já. Já, Tommy, hvað var þetta?
Það var nægur tími þarna og það var bara eitthvað. Já, vantar meiri yfirvegun. Fylkisliðið. Mattías Guðmundsson alveg brjálaður þarna að fá aukaspyrnu. En Fylkismenn tapa honum. Jafn harðan. Já, bara strax. Þórir. Bara dútla þarna með boltan. Knattaæðingum hana. Jú, hún fær ekki hennan tíma og Andri Þór Jónsson með fína pressu. Það brýtur nú á hana, nei. Það var Valsara sem engasti hins vegar. Já. Sýndist hann nú brjóta þarna Halldóri. Já, sá ekki betur. Já, en þeir leyfa mönnum að taka staðins á og það er bara gott. Það er vel. Og það er Valsmenn. Guðjón Pétur kemur líklega með hann inn á hornið á Arnar. Arnar Sveit gegn Tómas Ívar. Og Arnar. Hvað ætlar hann að gera hér, Arnar? Fer á að nær að komast þarna fram fyrir hann. Gífurlega erfið við eigan. Þarna hefði Andri fann að geta sett hann aftur á Arnar. Já, þetta var flókið hjá Andra. Þetta var rosa flott. Og Daniel. Albert tekur hann niður. Og hér er Davíð með erfiða sendingu í staðan fyrir að setja hann bara út fyrir hægri. Og verfitt. Spurning með Davíð hérna miðinni. Já, Andri Fannar. Valur Fannar og Áski Börkur á bekknum. Andri Fannar með honum hérna. Gæti komið inn á. Og það er aukaspyrna. Þetta er hárrétt. Og hér kemur Áski Börkur á fljúgandi siglingu. Já, kemur ekki óvart. Nei. Það hlýtur að vera Davíð. Já, jafnvel Baldur Bett. Sem getur farið út af. Það er 1-1 Ólafur Þórðarsson. Guðjón Pétur Lýðsson er hér að undirbúa sig að taka aukaspyrnu fyrir Valsmenn og með sendingun inni og fjalar í einhverju vandræðum en gerir vel, slær hann í horn. Já, þetta var nú bara skot á það ekki? Jú, ég held það bara. Já, nær stöngina þarna á. Bara óvænt og ágætist til hann. Já. Það var vel gert hjá Fjalari að slá hann í horni í staðan fyrir að slá hann út. Já. Það er Guðjón Pétur sem tekur hornspyrnuna og Atli Sveinn bjarga á línu þarna. Sá ekki betur en það er ekki Tómas sem að býtur við á hvað er Atli Sveinn að gera. Atli er að grínast í Tómasi hérna. Ok, ég held. Ég ætla að ráðast á hann. Ég sá þetta öðrum augum. Já, fýtt skalli hérna við Atla. Það munaði engu að vera komnir í 2-0. Það var aðeins Tómas Þorsteinsson sem að gat komið í veg fyrir það en það var bara réttum að réttum stað. Óhætt að segja hann að vera á réttum stað. Já. Og Atli, ég held að þetta væri á leiðinn inn. Já, þarna slapp fylki fyrir horn. Og þarna sjáum við, býtum við Ingimundur Níels. Og nær hann að gera eitthvað á þessu. Og Jóhann Þórhallsson. Og hann fyrir fylki, 1-1. Jóhann Þórhallsson. Takk fyrir túkall. Jóhann Þórhallsson. Þetta var óvænt þarna, smá hík á vörninni á Val. Ingimundur var þarna í boltanum og boltinn barst síðan til Jóhann sem hann náði að skora. Mikið marka nef Jóhann. Það var þeim refsað grimmilega. Og ég sem ætlaði að fara. Já, bóka 2-0 og byrjaði að skrifa Atli Sveinn á blaðið. Það er nú ekki rétt. Nei, reyndar ekki. Það er nánast. En já, ég ætlaði að fara að minnast á það. Við býðum með það Kristján Valdimarsson að fara út af. Einnig Davíð Ásbjörnsson. Og hver er annar að fara út af? Nei, Kristján Valdimarsson og Davíð Ásbjörnsson. Já, auðvitað. Og Valur Fannar er komið í miðvörðinn og Áski Börkurinn á miðuna. Já. Þarna var Valsmennum refsa grimmi. Já, voru Fylkismenn ekki búin að eiga bara ekki neitt í þessu leik. Nánast. Já. Og staðan í upp, svona er fótboltinn. Já, og þetta sögðu við á hann. Getur allt gert í þessu. Smá hik hérna í valsvörðinni sem annars hefur verið traust. Já, þeir glemdu sér þarna og voru á seinni tilbaka. Já. 1-1 og það er spurning hvað Fylkismennin gera núna. Það verður fróðlegt að sjá. Og Andrés vinnur þarna boltan, Áski Börkur er boltan tekinn á honum. Já, Andrés og Jóhann með boltan fyrir og Ingimundur. Já, Fylkismenn allir að hressast hérna. Já, vaknaðist til í þessu. Og auðvitað það er, já, aukinn kraft í þetta mark. Jú, þetta hefur verið kjaftsök fyrir Val að fá þetta mark beint í andlitið. Já, Valsmenn hann nálægt í að komast í 2-0 réttu áður og það sem ég ætlaði loksins að koma hér að tala um mikilvægt þess að hafa mann á stönginni, á stöngunum. Það bjargaði þarna marki.
Já, loksins komst þess að. Já, það var eins gott. Mikið að gerast hérna. Jú, þetta gerist rætt. Maður sér það ofta að menn gleyma að hafa menn á stöngjunum og það getur kostað. Það hefði kostað sitt núna fyrir Fylkismenn. Já, en allt í einu staðan orðin 1-1 og getur allt gert hérna. Spennan mikil. Já, hörkuleikur sem við erum að sjá hérna. Og Andri Fannar, Stefán Jóhann. Stefán Jóhann kemur boltan. Kemur inn á völlin, enda réttfættur á Stefán og á það til og en þetta hárrétt aukaspyrna og Andri Fannar. Leifur hann aðeins að prófa boltan hann? Já, setur hann aðeins í hann hann. Það var nú ekkert ljótt. Baldur Bett braut þarna á Stefáni. Já. Það er Guðjón Pétur og kemur ekkert ofar, hann myndi bara lúðra þessu á ramman. Já, held hann líka. Það stillir Fjalar upp 3 manna vegg og býr sig undir skot. Og ansi langt færi. Guðjón Pétur. Og það framhjá. Siglir framhjá. Já, munaði nú ekki miklu að nokkri hafi komist í hann þarna. Nei. Mattías var nálægt honum. Þetta smá snertingu. Jú. En Fjalar Þorgeirsson spyrnir frá marki sínu og staðan 1-1 sem fyrr. 15 mínútur búnar af seinni hálfleik. Það er nóg eftir þessu, hálftíma eftir. Og Sigurbjörn setur hann hátt. Valur. Boltinn hér mikið í háloftunum. Jú. Og Jóhann fer á hátt með fótinn. Þetta er hárrétt. Það má ekki. Takk þetta fljótt Guðjón Pétur. Og Þórir. Þórir fer á Andra Þór Jónsson. Andri Þór gerir vel. Heldur honum. Það er frábæra fyrirgjöfinni. En Andri Fannar. Og Þórir. Andri Fannar. Guðjón. Já. Og Ásgeir Börkur vinnur þetta vel. Og Andrés með Jóhann. Sjáu Jóhann Þórðarsson. Já, velur Ingimund. Ég held að hann hefur valið vitlaust þarna. Já, þetta er ennþá góðum möguleikar fyrir Fylki. Og hvað gerir Ingimundur? Setur hann aftur Andrés. Og hann setur hann upp í hendina á Andra Fannar. Ekki til þess að gera. Nei, Jóhann var hann í hörku séns vinstra megin. Sammála því. Það hefði verið betra að senda hann þangað. Jú. Við sjáum þetta vel hérna sem við sitjum. Úr heiðustúkunni. Það er Tómas Þorsteinsson sem ætlar að spyrna þessu líklega. Það er eini örfætti maðurinn í liðinu. Ásamt Jóhanni Þórðarsyni reyndar. Og Ingimundur og Andri standaðan við boltanum líka. Hugsa nú að Tómas taki þetta. Þeir eru að kokka eitthvað upp þarna. Og spurning hvað það verður. Það er Andri sem potar hann út á Tómas og hann er með fína tilraun og Haraldur missir hann. Daniel nær honum og Sigurbjörn bjargar hérna með hnénu á línunni. Það var Haraldur tæpur í markinu. Það varð hættulegur en að leita út fyrir. Og býtum við hér er Andrés Már. En nei, náðu hann ekki boltanum hérna, jú. Það eru alveg brjálaðir. Já, Ólafur Þórðarsson vill fá víti og ekkert annað. Og Albert líka, en Kristinn Jakobsson ekki að sammáli. Valsmenn komnir. Sókn. Rúnar Már. Já, sýndist hann á potaðan í boltan. Halldór Kristinn. Fylkismenn aðgangsharðir hérna. Já, nálægt í að taka forystu hérna. Já, Sigurbjörn var á réttum stað hérna á línunni. Þetta er fljótt að breytast. Heldur betur. Og allt galopið hérna. 1-1. Og áfram með fjörið. Tómas. Já, hefur betur hérna. Mætir vel og Jóhann. Aftur á Tómas. Flott hjá hann. Athyglisverða gert. Já. Fylkismenn allir að koma til hér. Andrés Már. Já, það er bara þessa sendingu. Tómas, já, hann var ekki mættur. Andrés hefði kannski átt að setja hann bara upp í hotn, en það er búið að gert. Sigurbjörn Treðarsson tekur yngi eftir í val og setur hann á Guðjón Pétur. Já, setur hann á Rúnar. Já, aðeins að slokna á Valsmennum hérna. Já, veist það, miðjan hjá Val aðeins að dotti niður eftir að Haukur. Já, eðlilega. Það er bara klárt. Það kemur mann svo sem ekkert óvart. Jóhann. Losna mikið Fylkismennina. Já, Jóhann. Reynir að klópa hann á text það, en fer ekki alla leið. Ingimundur og sérstaklega Jóhann kom með nýtt líf hérna á engina hjá Fylki. Jóhann búinn að skora. Mikið rétt. Ásgeir Börkur hleypur mikið þegar hann kom inn á. Já. Geysileg yfirferð Ásgeir. Davíð var honum þreyttur.
milli. Tómas setur hann upp í loftið og það hann aftur á Baldur Bett. Já. Finnur ekki Albert. Jú, Albert nær honum. Já, setur hann á Jóhann. Hvað gerir Jóhann? Það hann að koma með Andrés. Nei. Það hart barist þetta. Daniel með Fjalar möguleikan á að gefa hann. Já. Fjalar, þetta svakalega tæpspinna. Óskir Börkur missir hann líka alltaf langt frá sér. Já, allt annað kraftur í fylgisliðinu. Það er alveg klárt mál. Það er gaman að horfa á þetta. Menn eru að leggja mikið í þetta, bæði lið. Já. Berjast eins og grenjandi ljóni þetta. Og við vitum að því að leikurinn er sýndur á Blásteini, sem er einn... Það? Ertu búinn að fá það staðfest? Pubinn á... Já, við hefum heyrt það allavega. Já. Og við skilum þeim kveðju ef þeir eru að hlusta á okkur. Jú, sælir félagar, en... Hér er það Baldur Bett. Baldur Bett. Og Daniel. Valur Fannar. Og fylkismenn. Já, talsvert meira með boltan hér í síðari hálfleik en í þeim fyrri. Og Valsmenn, já, pressa þetta ekki. Bíða átt þetta. Valur Fannar. Albert, Ingimundur og nær Andrés þessum. En skotið ekki nóg gott, já, þetta var laust. Og alls ekki nóg til að sigra Harald Björnsson. Það var Andri Fannar, Ásgeir, nei, nær hann ekki. Já, Andrés er komin inn í ágætistöðu. Já, það hefði getið gert betur. Já, klárlega. Fylkismenn. Slæm spyrna hjá Baldur Bett er inn í skot. Þetta var ekki svo galin hugmynd. Nei, Harald er hérna í vandræðum. Allt til að reyna þetta og Haraldur greinilega ekki, vinstri fóturinn er ekki besti vinur hans. Nei, Albert var hérna auðvitað í rángstöðu og gat ekki fengið sendingu. Nei. Ásgeir Börkur klífar hérna upp á baki á Guðjóni en... Já, það er að hoppa ansi hátt. Og flesta skallabólta. Já, vel gert hjá Andra þarna. Já, já. Hann koma vel inn í þetta hjá Fylki. Já. Og Andri sem er pláss og Jóhann er, já, Jóhann hleypur inn á völlin í staðins haldabreytinni. Daniel setur hann út af. Það gekk ekki upp. Skipting á val. Jón Vilhelm Ágason kom inn á, nr. 14 fyrir og hans það, já, fyrir Andri Fannar Stefánsson út af, leikmaður nr. 9. Já. Þetta er bara maður í maður staði, enga breytingar á liðinu. Kemur hérna í hlutverk sóknar tengiliðs. Jú. Vilhelm var í byrjunarliðinu síðasta leik, en Andri Fannar satt á bekknum. Önnur breyting Valsmanna. Já. Hér er hann nómönnum eftir. Guðmundur Hafsteinsson þar meðal annars. Fítim Morína. Já. Sem er leikmaður sem við nú ekki séð. Ungu strákur uppalinn. Já. Arna Sveit missir hann út af. Tómas. Albert. Já. Andrés og fer í Sigurbjörn, þetta er hárrétt. Fær hann spjald hérna, jú. Já, þetta er svolítið harkalegt og var allt of seinn. Já. Hugsa þetta sé hárrétt. Kristinn er þá að skrifa og flautar hér á. Já, hann er að gefa manninu frið til þess. Já. Svaka bókhald. Haldu utan á þessi dómarar. Já. Jón Vilhelm. Sigurbjörn. Baldur Bett kemst á milli. Tómas eftir á Baldur og hann upp. Já, miðjan er Fylkis. Mönnum mun ákveðnari hér. Albert pressa vel. Já. Allir í vandræðum þarna. Arna Sveit sækir að Tómasi og nær boltanum. Vel gert. Núna vantaði betri sendingu. Valur Fannar hins vegar. Full rólegur þarna, en tekur reynsluna á þetta. Já, þetta slapp. Og Andrés með boltan upp í horn á Jóhann. Nær hann þessu bolta? Já. Vel, góð tóngjast þarna. Kristinn lét leikinn alltaf áfram. Ingimundur er inn í henn. Já, og þetta fer Andri Þór Jónsson nær þessum.
setur hann fyrir en þar enginn. Albert hefði nátt að taka hlauparna, finnst manni. Andri Þór. Og Albert í dauðafæri. Já, náði ekki hérna að stjórna ferð knattarins og boltinn var framhjá. Boltinn datt þarna óvænt til hans. Já, þetta leikur hins óvænta. Við erum búin að sjá hérna 2 mörk sem hafa komið svona upp úr nánastengu. Búið þurru. Já. Og það er einu mörkin í dag. Hárrétt. 1-1 er staðan. 20 mínútur eftir. Við viljum fá fleiri mörk í þetta. Já, og það er bara ekkert ólíklegt að það gerist. Hér er Ásgeir Börkur. Ásgeir Börkur, gífurlega barátta. Já, Baldur Bett. Jóhann Andrés þarna í góðri stuðu til að fá boltan. Já, þetta er alltaf sent. Veitu, hann kýfur ekki á hann. Og Albert. Nei, og býtum við Albert. Baldur Bett kom hann. Og Andrés er í dauðafæri. Og Haraldur og Ingimundur bjargar á línu, Stefán Jóhann. Þetta var sannkallað dauðafæri. Andrés í dauðafæri. Haraldur heldur sínum mönnum að floti hérna. Já, þetta er Ásgeir Börkur skýtur síðan yfir en þarna skall hurnar í hælum og Valsmenn geta þakkað Haraldi. Fyrst var það Haraldur sem bjargaði, síðan Stefán Jóhann. Hann var líka vel að verði þarna. Já. Við erum búin að sjá nokkur atriði þessi menn hafa bjargað á línu. Þessi leikur er heldur betur búin að snúast við. Hann er búin að snúast, Fylkismenn mun sterkari eins og er. Er að keyra yfir Valsarana eins og staðan er núna. Alveg eins og Valsararnir voru að keyra yfir Fylkismennin í byrjun. Já, þeir eru búin að vinna svar við leik Valsmanna. Það er alveg klárt. Fylkir á miðjuna núna. En Valur átti hann í fyrri. Við Daniel og Mattías. Já. Þetta var ódýrt. Já, ég hugsa það. Þeir eru mjög ósattir með þetta. Já. Andri Þór Jónsson, Valur Fannar, Daniel. Daniel með langa lélega spyrnu en Albert setur hann á Andra Þór. Já. Sem hafa komið hátt. Valur Fannar. Já. Ekkert á þetta. Og hér er það býtunum við Mattías gegn Daniel Frey. Það var Þóri sem átti fína boltanir fyrir. Mattías náði ekki að gera sem aðtur þessu. Arnarsveit lappar fram hjá Tómasi en glæsileg vörn hjá Daniel. Já, frábært gert. Já, nákvæmlega. Þetta var alveg bara frábært hjá Daniel. Bjargaði félaga sínum hann að Tómas var grátt leikinn. Hér skeiðar Tómas fram. Flottu bolti á Tómasi og Tómas. Atli getur ekkert annan gert heldur en að setja hann út af. Öflugur í sóknarleiknum. Tómas lenti í smá vandræðum með Arnarsvein. En Daniel var hann vel að verði. Jú. Innkastið tilbaka og Baldur Bett kemur líklega með hann fyrir. Fjær reynir að finna Ingimund, það tekst. Og hvað gerir Ingimundur? Fer á Stefán Jóhann eða hvað. Þórir kemur þarna í fína hjálpavörn. Já. Og Valur Fannar. Já, Valsmenn. Ekki alveg ná þessum hröðusóknum eins og fyrir áleik. Í sama magni. Það er alltaf hættulegir. Jú, ekki afskrifa á þá. Nei. Það er þá nóg eftir hér. Ásgeir Börkur. Hvað ætlar hann að gera? Já, lesið vel úr þessu. Jóhann Þórðarsson. Ólafur Þórðarsson segir hann að fara á hann. Þetta verður ekkert úr þessu. Valsmenn hefði nú ekkert á móti því að eiga Hörður Sveinsson núna á bekknum. Einhvern frískleika, spurning hvort að þeir eiga undan Guðmundsstein Hafsteinsson. Já, spurning hvort að hann komið svo hér. Valsmenn eða þetta líður. Arnar Sveinn Gestsson. Leikmenn beggja liða flýta sig grífilega mikið og Valur Fannar þarna mjög tæpur en þetta sleppur. Já, Fjallar sá. Jú, var mættur. Hvað var að gerast? Jú, var á tánum hann Fjallar og kom út og hirti hennan. Já. Ingimundur. Andrés tilbaka. Fylkismenn koma hér. Valur Fannar sendir hennan í átt að Jóhanni. Já. Tómas
Jóhann fær hann. Já, Tómas og Baldur. Baldur er ekkert að tekið á mótunum þarna, talaði enginn við hann, hann var aðleitt. Nei, lét hann enginn vita þessu. Nei. Hann er alls ekki svo galinn hugmynd samt. Nei. Það flikk honum hann inn fyrir á Alberto. Og getur sóknarlótur Fylkismönnum núna. Daniel hýrði þennan. Jóhann. Jóhann með skelfilega sendingu Mattías. Og nú er allt opið fyrir Arnar Svein. Og... Nei, þetta var alveg út úr korti. Ennþá skelfilegri sendingu heldur en Jóhann gaf þarna áðan. Já. Það er skipting af all. Það er... Nú við. Leikmann nummer 29. 29 það er Kolbeinn Kárason. Já, hann er að koma inn á. Kemur líklega inn á. Já, spurning hver fyrir út af. Það er Mattías Guðmundsson. Já, var hann að líast Mattías. Hún kemur ekki óvart þótt að Kolbeinn kemur hérna. Hún kemur eitthvað fram. Það er annarkvort hérna á vænginn eða bara í senterinn. Já. Kolbeinn spilaði út í vinstra megin í síðasta leik. Hún byrjaði þá inn á. Þá var Mattías Guðmundsson ekki klár. Já. Kolbeinn fer hérna í fremstu vílinu síðan. Jú, bara maður í mann stað. Andersen er að flikka hann vingi mönd. Og Albert Brynjar í færinu og... Já. Og rétt fram hjá. Hann datt þarna einhvern veginn fyrir Albert. Albert á allt hættulegur hérna. Lék nú með Valsmönnum. Eitt sumar. Já. En snýri aftur heim í Árbæinn. Jú. Það sem hann lék upp alla yngri flokkana. Faðir hans er mikill valsmaður og Ingibjörn Albertsson. Mikill markarhrókur á hér árum áður. Já, markaðasti leikmaður eftir deildar frá upphafi. Jú, það er bara svo einfalt er það. Já. Og boltinn hér laus. Arnar. Fjalar á þennan. Já, þjálfarar beggja liða láta vel í sér þeirra. Enda ætla bæði liðir úrslitum. Og það er kannski ágætt að taka það fram eins og við tókum mjög oft fram hérna í fyrirleiknum að sjálfsögðu er engin framlenging. Ekkert að sjálfsögðu, það er bara engin framlenging. Nei, bara sjálfsögðu að taka það fram. Já, og þetta fyrir beint í vítaspyrnukeppni ef að jafnt verður og það eru 13 mínútur eftir hér að þessum leik. Já. Fengum vítaspyrnukeppni áðan og það getur bara alveg gerst hérna aftur. Full ástæða til að fylgjast áfram með þessu hér. Jú. Tómas hittir hann illa. Arnar Sveinn. Hann hittir hann ennþá verð. Já. Arnar Sveinn með tvær lélega fyrirgjörur. Tómas fer hér á kostum. Vel gert. Kloppar hann að Jón Vilhelm Ákason. Já. Skokkar hann. Ætlaði sér á mikið. Skotti á milli lappana hann tilbaka. En það voru bara knattrautir hann á Valdebett og Ingimundur. Setur hann. Nú er þetta hætta. Það er hætta. Ingimundur Albert Brynjar með skæð. Það fær Albert og hvernig fór hann að þessu drengur? Þetta var dauðafæri. Skulum segja að hans sterkasta hlið sé ekki skoru sköllum en þetta átt hann að gera betur. Hvernig færi viltu fá? Já, það er fínan bolta frá Ingimundi en Fylkismenn sett þetta framhjá. Já, þetta er ótrúlegt. Fylkismenn mun betri hérna og það er spurning hvort þeim verður ekki bara refsa fyrir þetta. Algjör viðsnúningur. Alveg svo Valsmenn voru refsað hérna rétt á hann. Algjör viðsnúningur hér. Það er hægst á Valsmönnum og hérna held ég nú að hann tekið boltan en jú, Kristinn dæmir og aukaspyrna skal það vera. Já. Þetta er rosalegu leikur sem við erum að fá hérna. Háspenna. Já, svona átt að vera. Harpa reist. Fjalar. Öruggur þessu. Rúnam á svona slögspyrna við erum þetta. Já. Það beint í gegn. Já, hann aðeins opnast þarna á Valsmönnum. Þetta var erfitt. Já. Baldur Bett. Og Vilhelm Kærleis þarna. Ásgeir Börkur. Og sendingi náttúrulega alveg skelfileg. Ingimundur var aleinn þarna, herramenn. Já. Bara pótanum hann út. En vel barist á miðinni á Fylkismönnum. Og Haraldur kemur með hann langan fram. Valsmenn hættir alltaf losna hérna. Já, Valsmenn hættir að reyna að spila boltanum á vörninni. Já, byrjar að kýla fram. Já. Og mikið
það er svona helsta ástæðan fyrir því að mínum að Fylkismenn eiga bara miðina undanferð. Og hvað er nú þetta? Þetta er nú... Atli með athyglisverða hreinsun. Þetta var mjög sérstakt. Boltinn fór nánast út á sama punkti og stóð. Já, hitti hann í netið. Það var algjört kiks. Það var að reyna. Fylkismenn einkast. Tómas tilbaka. 10 mínútur eftir. Valur Fannar með langa bolta. Halldór kemur sér burtu. Þórir. Og hvernig er þessum? Daniel. Settur hann út. Og út af. Fylkismenn eiga innkast. Það er eins og einhver hafi upp í stúku hafi sagt við alla 500 kall og hittir netið og það sett hann beint í netið. Ótrúlegt. En Ingi Mundur missa. Jóhann er honum. Tómas sér möguleikann að finna andra. Flottur bolti á Tómasi. Og Andrés Már. Og þetta er hárrétt. Já. Fekk hann aftur í sig þarna. 10 mínútur eftir. Það er 9 mínútur réttara sagt og staðan 1-1. Það er alveg að vera búið. Já, og hvert mark hér geti verið úrslitamark bara. Já, ansi mikilvægt. Já. Valsmenn koma hér. Jón Vilhelm. Lítið sést hér. Hér er hann með boltan. Kolbeinn. Arnar Sveinn gegn Tómasi. Baldur kemur í aðstofana. Hér er það Guðjón Pétur. Þetta er auðvelt fyrir Fjalar. Æfingabolti. Já. Fyrir Fjalar Þorgeirsson. Jóhann er þessum ekki. Hann er farinn, Sigurður Óli. Hann er búinn að flagga flaggi sínu. Já. Þetta er Jóhann. Svolsög og Valur Fannar. Slök sending á Val Fannar hérna og nú verða Valsmenn að nýta sér eitthvað svona. Og það er Kolbeinn Kárason sem fær boltan út í vinstra megin. Hvað gerist? En Valur Fannar vinnur boltan aftur. Reddar. Bætti upp fyrir þetta hann og reddar sér upp úr síðan. Hvað ætlar hann að fara langt? Nei. Hann er bara að spila næsta mann hann. Já, þetta er aftur slök sending á Val Fannari. Já. Spurning hvort hann þurfi ekki að vinna hann bara aftur. Stefán. Þetta er aukaspyrna. Svona. Já, óþarfi. Óþarfa tækling hjá Ásgeiri Bergi bara að halda það. Já, þeir hafa ekki þurft að henda sig niður. Nei. Algjörlega ekki. Ég hugsa nú að sé ekkert að Stefáni. Nei, hann harkar þetta að sér. Reiknuðu með og þó. Það hef ekki verið dæmt að Ásgeir fyrir. Nei, Kristinn er að spjalda Ásgeir. Já. Fór með báða lappir þarna af jörðinni. Það er engin ástæða til þess. Það er algjör óþarfi, en Valsmenn fá hér aukaspyrnu á stór hættulegu stað. Já. Það er bara, verður ekki annað sagt. Og það er Guðjón Pétur Lýðsson sem tekur þetta af 100% líkur að því. Ég ætla bara að gefa það út. Já. Og við hingrum eftir því að huga verið þessum meðslum. Já. Og minnum enn og aftur á það að vítakeppnin er framöndan ef að leikar standa jafnir hér. Jú, eins og staðan er núna þá er 6,5 mínúta í vítakeppni. Já, geti verið eitthvað meira. Já, venjulega leiktum. En það verður einhver uppbótartími. Það er alveg ljóst. Ef Stefán náttúrulega liggja lengi þarna þá fáum við nokkrar mínútur. Staðin upp sýnist mér. Það þarf að fara út af. Svo reglur gera ráð fyrir. Jú, mikið rétt. Og það er Guðjón Pétur sem ætlar að spilna þessu og það er spurning hvort hann setja hann á markið. Já, setja hann örugglega fastan. Já. Fyrir. Spurning hvort hann reynir bara að setja þetta í pakkan. Og þetta verður erfitt fyrir Fylkismenn að verjast. Og Fjalar út og dauðafæri hérna. Hver var þetta? Atli? Var það ekki Atli sem náði að setja pönnun í boltan en yfir fór hann og lendi þarna í Fjallari en skilast áttir. Vanur þessu Atli og
Markar þetta af sér. Jú, Atli í góðum sénsarna og það var frábær aukaspyrna á Guðjón. Mjög góð. Og svæðið sem maður vill fá þessa bolta á og þar var Atli að sjálfsögðu mættur og þarna munaði engu bara. Það var Valsmenn myndu refsa Fylkismönnum fyrir að nýta ekki færin sín hér. Já. Og spurning hvort að kveiki eitthvað í Valsmönnunum, það sem eftir er. En Albert. Nei, nær honum ekki. Og nú Vilhelm. Þetta var fjallar. Þetta er bara langt. Já, það var langt. Og bæði liðið að reyna að frista þess að ná inn þessu sigurmarki. Jú. En tíminn fer að vera naumur. Jafnframt bæði lið þóra ekki að tapa þessu leik heldur. Menn er ekki að taka kannski mikla sénsa. Nei, sem ekki segja það. Það er rétt. Andrés í baráttunni við Jón Vilhelm. Jóhann tekur við. Hvað ætlar hann að gera algjörlega óákveðinn? Vel gert hjá Valsmönnum þarna. En Valur Fannar setur hann að Andrés. Þetta er vel gert. Hann inn fyrir á, þetta er Baldur Bett sem er kominn. Og Albert Brynjar kemur boltan á fjær. Ingimundur Níels. Og hann skall hurnar í hæli menn á ný. Valsmenn sleppa með þetta. Já, ljón hefnir þarna. Já. Vantaði einhvern herslumun þarna. Hvar er þessi munur? Ég veit það ekki. Hvar er að finna þessa herslu? Nýtt ekki sér færi. Hætti að rýna svona nákvæmlega í orðin. Já. Og Arnar Sveinn færir boltan. Tómas. Já, gerir þetta vel. Það er ákveðnari. Finnst Arnar Sveinn orðið bara pínu þreyttur. Já, það er rétt. Dregið svolítið á hann minni seinni hálfleik. Hann hægst á þeim. Kannski ekki verið að fá þessa bolta heldur sem hann var að fá í fyrri. Atli, Andrés. Frábær pressa á Fylkismönnum. Kristján Guðmundsson alveg æfur út í Arnar Sveinn. Og bakk ekki og hjálpaði í vörninni. Ná kannski enga á bekknum. Nei, hann var ekki skipt mikið Kristján. Aðeins nota 3 skiptingar af 7. Já. Andrés. Hann er kannski bara að æfa sig, hann má bara nota 3 í sumar. Jú. Þeir bara eftir settum reglum. Já, Ingimundur. Það vantar aðstoð þarna. Og Stefán sér við honum í bili. Já, 3 mínútur eftir hér. Já, þetta fyrir að styttast. Spurning hvort við fáum sigurmark. Já. Það verður hverju liðinu. Eða hvort við fáum vítaspyrnu keppni. Þetta er horn eða ekki? Jú, hornspyrna sem Fylkismenn eiga og það er spurning hvort þetta ráðist hér. Tómas Þorsteinsson sem að... Fylkismenn ekki verið hættulegir í hornspyrnu sínum hingað til. Fiti Morína að gera sér klárinu. Já. Tómas. Inn á teginn. Haraldur Björnsson með þennan. Gerir þetta vel. Nú verður Fylkismenn að vera fljótur að skila sér niður. Það er undir pressu þarna. Haraldur á Arnar Sveinn. Já. Og hann framlengir hann en... Nei, Jón Vilhelm nær hann ekki. Ingimundur. Þar mættur hérna. Vann vel. Og hér er tími fyrir Jóhann. Og lengja þessu Jóhann. Heldur þó boltanum. Lætur Andrés hafa hann. Hann spilar hann út á Baldur. Leikmenn að þreytast hér. Börkur spilar alveg tilbaka. Já. Það er allt í lagi. Halda boltanum. Hérna á Fjalla bara að spila næsta mann. Já, gerir það. Daniel með tæpa sendingu þarna. Mjög kæruleysleg sending. En jafnframt verði ég að segja að skynsamlega brotið hjá honum. Þó hann fái gult spjald. Það var algjörlega þess virði. Hann var komið með gult. Valsmenn eru að sleppa þarna upp. Nei, ég held ekki. Kristinn tók hann upp rauða. Nei, það var bara eitthvað... Hóta! Nei. En eins og ég segi, það var skynsamlegt að brjóta þarna. Því að annars væru Valsmenn í úrvalsfæri. Spjaldsins virði þegar 1 mínútur eftir að venja leiktíma. Það er bara þannig. En ekki fallegt broti á Daniel. En lífsnauðsynlegt. Já. Reddaði sér úr sínum eigin vandræðum, en Fiti Morína er að koma hérna inn á fyrir Val. Spurning hvað fyrir út af, það er Þórir. Nei, það er Arnar. Já, Þórir. Það er Þórir, fyrirgefðu. Og Þórir.
Ég var að horfa annað. Þórir fær þá ekki að taka vítaspyrnu en hann er samt ánægður og klappar fyrir stuðningsmönnum Valsmanna. Það mætti engin með trommur hérna í dag. Nei. Það er mjög ósáttur með hvoru við liðinu. Það er frí í dag. Trommurleikar. Og Baldur Bett. Kemur þessi líklega langt í burtu og já, bara hérna. Já, yfir skílið. Og þá er venjulegum leiktíma lokið og aðeins eftir sá tími sem Kristinn Jakobsson mun bæta hér við. Arnar Sveinn fer út af með hann. Já, dreigð á honum. Tómas með langt innkast. Já, Albert fær hann í sig og Valsmenn eiga innkastið. Já. Þetta er að fara í vító. Já, annar leikurinn hér í röð. En við skulum þó ekki bóka það alveg strax. Og Albert. Skallaðan. Og Ásgeir á þennan eða hvað, já. Þannig fer Guðjón Pétur með líka með fyrir og boltinn inn fyrir en það var ekki til að taka sénsinn. Og ég hugsa að þetta var ekki verið sending. Það er ekkert að kvörta fyrir þessu. Ómögulegt að dæma þetta þannig. Og Ásgeir setur hann á Andra Þór og Fylkir á innkastið. Hann farið þarna í Valsmann. Andri verður að koma hennar fram á við. Albert hér í miklu kapli við Halldór og það er Albert sem hefur betur en Stefán Jóhann var mættur í aðstofuna. Kemur hann út af. Leiktíminn að renna út. Já. Það fyrir hver að vera síðastur. Andri Þór Jónsson ætlar að varpa þessu langt. Sjáum hvað verður þessu. Halldór með þetta á hreinu. Og við erum að fara í vítaspyrnukeppni. Já, það er vító. Báðir leikirnir í kvöld í vítaspyrnukeppni. Já, KR sigraði fram hér aðan 5-3 eftir vítakeppni. Eftir að leik lauk þar 0-0 og hér er staðan 1-1 og við bíðum eftir vítakeppni. Já, við ætlum að taka okkur örstuttlega og farið ekki langt. Vítakeppni hér. Jú, komið í sæl. Það er alltaf verið að klárt hér
Já, þetta tók vítaspyrnukefni. Skamman tíma og það Ingimundur Níels Óskarsson sem að byrjar fyrir Fylkismenn. Já. Það vítaspyrnukeppni. Nú reynir á markverðina. Við sáum Hannes verið hérna eitt og áðan og tryggði sínum mönnum sigurinn, en já, og Ingimundur á fyrstu spyrnuna. Já. Og nú að sjá hvort liðið mætir KR-ingum í úrslitaleik. Ingimundur Níels er klár. Það Haraldur líka. Og Ingimundur skorar af feiknaöryggi. Já, sendir Haraldi í vitlaust horn og 1-0 fyrir Fylki. Já, pottþéttur þarna Ingimundur. Og þá það reynsluboltinn mikli. Já, sjöurnar byrja þessa vítaspyrnukefni. Sigurbjörn Hreiðarsson. Og ég hef nú verið í þessari stöðu áður, Sigurbjörn. Jú. Og hann ríður hér á vaðið fyrir Valsmenn. Og Sigurbjörn. Og Fjallar Þorgeirsson var. Þetta var bara laust hjá Sigurbjörni og Fjallar sá við honum. Fjallar fór bara í rétt horn og tók sitt horn og feikilega vel varið hjá Fjallari, en spyrnan hjá Sigurbjörni var ekki... Hún var bara ekki nógu föst. Nei, hún var bara ekki nógu góð. Hnitmiðuð. Nei. En tökum ekkert af Fjallari. Já. Það Tómas. Tómas og getur komist Fylkismönnum hér í þægilega stöðu. Þeir eru hér með eitt mark í forskot. Tómas gegn Haraldi. Og Tómas. Og Haraldur ver. Frábælega var. Þetta var mögnuð markvarsla. Ágætis víti hjá Tómasi. En það nú bara þannig að þú klúðrar. Þá skiptir það ekki nokkru máli. Hvernig spyrnan var. Það var mögnuð markvarsla hjá Haraldi. Já, hún lúkkaði. Já. Það er ekki annað sagt. Það er óhætt að segja það. Og næstur á vettvang. Arnar Sveinn Geirsson. Arnar Sveinn Geirsson. Fjallar búinn að verja þessa spyrnuna á hann. Og Arnar Sveinn. Og Fjallar ver! Já, hérna. Já, hérna hér. Hann í stuði af Fjallar Þorgeirsson. Já, það er hægt að segja það. Heldur betur. Halló hér. Já, hann að minna á sig hér Fjallar Þorgeirsson. Þetta var frábær markvarsla. Og þá það Valur Fannar Gíslason sem að kemur á vettvang og ég get lofað ykkur því, þessi spyrna verður ekki föst. Nei, hann nennir valla að sparki boltan. Valur Fannar tekur þetta laust og nú bara spurning hvort Haraldur sjáu við honum. Valur Fannar og hann. Örugt. Hnitmið að Haraldur stóð kjur. 2-0 fyrir Fylki og Fylkir er bara í anskoti góðri stöðu. Ef ég á að segja alveg svo er. Já. Það er lífsnauðsynlegt víti hérna fyrir Val. Það Rúnar sem ætlar að mæta Fjallari. Fjallar sjóðandi hittur. Og hann ná Valsmenn að skora hjá honum. Þeir hafa ekki gert það ennþá. Markið sem skoruðu, þá skoruðu þeir á Bjarnar Þórð. Og það Rúnar. Hann verður að skora. Fjallar að halda hreinu þetta í dag. Býttu nú við. Og Rúnar. Þessi var öruggur. Já. Klárlega í hornið. Flott víti á Rúnari. Virkilega vel gert. Og Fjallar fór svona í rétt horn en réði ekki við þetta. Já, Albert Brynjar. Já, fjórða víti Fylkismanna. Já, rétti það og Albert var nú tíður gestur á vítapunktinum í fyrra og var yfirleitt nokkuð öruggur. Skorar úr flestu sinni spyrnum. Nú tekur sér hér góðan tíma. Hvað gerir hann hér? Þetta er mikilvæg vítaspyrna fyrir Fylkismenn. Albert Brynjar Ingarsson. Og hann ver! Haraldur Björnsson ver. Og markverðirnir í aðalhlutverki hér. Og þetta var slagt víti á Alberti. Já, hann las hann algjörlega. Já. Það er eins og Haraldur hafi tekið hann bara tögum. Já, ekki góð spyrna Alberti. Nú geta Valsmenn jafnað. 2-1 fyrir Fylkismönnum. Já. Og það er engin annar en Jón Vilhelm Ágason. Og nú reynir á hann. Nær hann að setja þennan í marki. Jón Vilhelm. Og skorar. Feiknarlega örugt. Sama horn á hann. Hjá Rúnari.
Það var Andrés Már. Nei, það er Jóhann Þórhallsson. Já, vissulega. Og Jóhann Þórhallsson gegn Haraldi. Staðan er 2-2. Bæði lið. Þetta er síðast umferð. 4 spyrnur. Það er að fara inn í síðustu umferðina hérna. Og síðan er þetta bráðabanni ef enn verður jafnt. Jóhann Þórhallsson gegn Haraldi Björnsinni. Jóhann tekur sér góðan tíma. Vítapunkturinn eitthvað að stríða fylgismönnum. Já, og Jóhann skora. Já. Þetta var alveg pottþétt. Jóhann skoraði mark Fylkis í leiknum og skorar hér úr vítinu. Og síðustu spyrnu Valsmanna tekur Guðjón Pétur Lýðsson. Spyrnumaður góður Guðjón, en það dugar ekki alltaf. Við erum sjá til hér. Allt undir Guðjón Pétur Lýðsson. Og þetta er örugt. Feikilegt. Já. Fjallar víðs fjarri þessum. Baldur Bett. Baldur Bett er næstur. Þetta er komið í bráðabanna gott fólk. Já, pressan á Fylkismönnum. Þeir eru á undan. Og þurfa að skora. Þeir að setja press á Valsmenn. Hvað gerir Baldur? Baldur Bett gegn Haraldi Björnsinni. Spennan mikil hér í Egilshöll. Baldur Bett. Og hann ver. Frábær mark. Haraldur Björnsson las þetta. Er Haraldur að tryggja Val í úrslitaleikinn. Svei með þá. Búinn að verja 3 og það er Halldór Kristinn sem getur tryggt þetta. Hann getur skotið Valsmönnum í úrslitaleikinn. Valsmenn munu þá mæta þar KR-ingum. En Halldór á eftir að skora þessu. Nú verður Fjallar að sjá við honum fyrir Fylkismenn. Og Halldór getur skotið Valsmönnum bara inn í úrslitaleikinn. Það er svo einfalt. Já. Og Halldór Kristinn. Hann skorar. Og Valsmenn eru komnir í úrslit. Sigra Fylki í vítakeppni. Já, Fylki dettur út í vítakeppni annað árið í röð í Reykjavík-mótinu og þannig líkur þessu. Valsmenn geta þakkað Haraldi Björnsinni markverði sínum fyrir. Já, heldur betur. Varði 3 og svo sem ekki að sakast við Fylkis með markverðin heldur Fjallar Þorgeirsson sem varði 2. Já. En þetta er búið að vera frábær leikur og hörkubarátta og það er ljóst að Valur og KR mætast í úrslitaleik sem fer fram 7. mars. Já. Og við verum að sjálfsögðu með hann í beinni hér á Sport TV. En við, Valur Ingi og Kristján Gylfi, þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld og bjóðum góða nótt. Góðar stundir. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Ísskápar, heldur betur. Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Harðviðar Val hefur í meir en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólvefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðar Val. Þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd. The Sanctum í þrívídd. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívíddatækni sem völ er á í dag.
The Sanctum, frumsýnd 4. febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there.